Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að kryfja ný dönsk í rauninni. Þeir eru núna að ferðast hérna og eru á Egilsstöðum í kvöld og Akureyri annað kvöld, laugardagskvöld og eru að halda hér á Akureyri tvenna tónleika, annars vegar undir yfirskriftinni leiðilegustu lög nýradanskar og hins vegar skemmtilegustu lögin. Og ég fengi hérna sérlegan sérfræðing okkar í ný dönsk. Sæl. Hvernig, segðu okkur aðeins bara frá, þú heldur einfallega mikið upp á ný dönsk, hvers vegna? Já, þetta bara veikleiki í mínu lífi, sem sagt, ný dönsk hefur verið í 20 og eitthvað ár. Ég veit ekki af hverju, en bara féll alveg fyrir þeim og einhvern veginn hefur eitt leitt að öðru og já, ég bara einhvern veginn bara með hálfgerða þráhyggju fyrir þessu öllu. Þetta svona hálfvandræðalegt að horfast í augu við það, en Ertu orðin svona nettgrúppía? Já, grúppía kannski eitt orð, en já, þetta búið að vera vandamál bara síðan, 90 og eitthvað, þannig að já, það er fallegt orð. Mér líður mjög vel. Ég sem sagt útskýri fyrir öllum að svona er þetta bara. Það þarf ekkert að flækja þetta neitt, það er bara nýdönsk. Ef ég er í partíi þá laumast ég alltaf að setja diskana í og ef ég læt að rúlla tvisvar er ég mjög ánægður ef enginn taki eftir því, af því það þekki allir lögin, það fíla allir lögin. Þannig að ég er svona laumur síðan alls staðar og systkini mín hugsa mér oft þegjandi þörfina. Þess að þau hafa ekki fengið neitt val annað en að líka við nýdönsk. Já. Þannig að já, það er bara svo það er, en já. Og áttu þá bara alla plöturnar? Já, bara leið þetta kemur út og bara, allt saman. Og hversu harður ertu á því að fara á tónleika með þeim til dæmis? Einu skiptinni ég kemst ekki á tónleika, þá er ég í útlöndum. Já. Það er enda kemur stundu fyrir, en annars er ég mæti á allt og já. Ef ég er í Reykjavík þá bara kem ég suður í fyrra, þá var ég á ráðstefnu og þurfti að drífa mig norður á tónleika og bara keyrði beint, svo ég náði beint í, skipti föt bara út á plani fyrir utan hof og mætti beint tónleikana og svona þannig að og skuttlaði síðan Daniel í flug morgun eftir til Danmerkur og svo hann næði að fara á tónleika með Guskus, þannig að maður bara reddar því sem þarf. Þetta er bara, þetta er vandamál, en ég bara viðurkenni mitt vandamál og er ekkert eitthvað að horfa fram hjá því, En leiðilegustu og skemmtilegustu lögin, hver eru nú allra leiðilegustu lög? Að mínum mati er náttúrulega ekkert leiðilegt lag með ný dönsk. Þeir eru einfaldlega mjög skemmtileg og útfarsvæn, en ég held nú samt að leiðilegasta lagi í heimi fari mjög auðveldlega inn á dagskrána á morgun, en það sándar samt ekki alveg nógu leiðilega, veit ég, en þeir eru svona, þetta eru svona sem þeir kalla leiðileg lög, svona sem segja sig ekki útfarsvæn, spila ekki á tónleikum. Þess vegna ætla ég bara að hlakka mikið til, það verður mjög skemmtilegir tónleikar, ég held að fólk ætti að hópast á þá. Frekar á leiðilegustu lögin? Já, ég fer náttúrulega bæði, en fólk á samt ekki spurning að bara reyna að drífa sig á, hvað þetta er ekki nema 9.000 kall held ég á bátónleikunum, þetta er ekki neitt. Nei, ekki neitt. Skemmtun og bara af hverju ekki, Nákvæmlega. En ef við getum svona, hver finnst þér þá, en ert þú kannski einn af þeim sem finnst leiðilegustu lögin eða þessi óútvarsvænu, eru þau endilega þessi leiðilegustu? Nei, málið er þannig að þeir eiga rosalega mikið lögum sem hafa svona, að mínum mati fallið á milli, fólk svona fattar ekki að svo mikið af góð efni skilja frá þeim. Þeir eiga alveg fullt af lögum sem fólk bara þekkir ekki og eru algjör snilld og textarnir og þannig að bara lag eins og Holur innan hausinn er eitt bara besta lag sem þeir eiga og fólk spáir ekki í því. Það heldur þetta sé eitthvað voðalega, en þetta er bara eitt það allra besta frá þeim. Þetta er það, ég tek undir. Það er og er það á leiðilegri? Nei, ég vona ekki, en það var allan í fyrra í Hörpu og hinum, en síðan líka lag eins og Litirnir sem er mjög skemmtilegt af Pólfarir. Það er bara mjög vanmetið lag, það verður örugglega held ég á leiðilegu tónleikum morgun. Þannig að ég er mjög spennt. Þannig að þetta er kannski bara tækifæri, kannski Akkillesarhæll nýradanskra var að gefa of mikið út, þannig að við höfum ekki öll af góðu efni. Já. Af hóvarð og líkalegt að segja það. Þannig en þeir eru, mínum mati er þetta bara yfirbráð á Íslandi, en svona, það er mjög hlutlaust mat. Það er hlutlaust mat, mjög fársjúkum nýradanskra. Já, mjög fársjúkum. En ég veist líka þetta konceptið, þeir eru alltaf að reyna að breyta og þróa sig og bara þeir létu endurhljóðblanda lögin þegar Retro Steffsson og Urður úr Guskus og þau komu og settu sín svip á lögin. Þeir eru þó að reyna aðeins að útvikla sig og prófa eitthvað nýtt. Það er eiginlega ekki hægt að sleppa þér aðeins að tala textana vegna þess að textasmíðin er á sumum sviðum bara hágæða ljóð. Þau eru það eru stuðlar og höfuðstafir ansi víða og
kannski má ekki segja það í sjónvarpinu, en hérna í íslensku 102 hérna í Vafnum fyrir 20 árum síðan, þá áttum við að semja ljóð. Ég riggaði hann bara upp einu texta með nýtönsk og fekk 10, það var náttúrulega ekkert nóðalega flókið, sko. En nú sem ekki þetta, nú er það bara komið í sjónvarpið, en hérna, já, það var bara lítið, það eru stuðlar og höfuðstæður og endarím og allur pakkinn og oft mjög tilfinningaríkir textar og svona ádeilu. Já, miklir ádeilu textar. Og oft svartir. Já, og svona, sko, já, samt þeir eru bara, finnst mér raunveruleikann og þegar ég lendi því að þurfa að skrifa minningagrein, þá tek ég alltaf enda á ákveðnu textabróti frá þeim. Þannig hérna, úr svefni laðar. Bara, já, mér finnst það eiga svo einstaklega vel við að alltaf þar. Þannig að þeir eru skemmtilegir og þeir geta líka verið, já, leiðilegir innan gæsalappa, en þeir eru, finnst mér, bara sviðið er endalaust hjá þeim. Nákvæmlega. Gaman að fá þig. Ég er kannski ekki alveg jafn fársjúk, en ég jaðra við það. Já, sjáumstu á morgun og leiðilegu lögunum. Ekki spurning. Að gera að tékka á þessu leiðilegustu og skemmtilegustu lög nýra danskur. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.